Takk fyrir þetta. Mig langar að taka undir tillögu Eiríks sérstaklega og lýsa andstöðu minni við það að orðið kynja detti þarna út. Það auðvitað vel þekkt eins og bæði Ástrós og Freyja og Arnfríður nefndu að þegar að fjallað jafnrétti í heild að það vill nú gjarnan verða, það ekki allir. Ég vísa oft til stjórnarskrár Bandaríkjanna í þessu samhengi og þar stóð í háflegum upphafsorðum að allir menn væru skapaðir jafnir og sú stjórnarskrá var samin af mönnum sem að héldu þræla og ekki fór mikið fyrir jafnrétti á milli manna þar. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að það einmitt komi fram hverra jafnrétti verið að fjalla Ég skil athugasemd Erlings að þeim fleiri hópar sem nefndir eru, að þeim fleiri séu það kannski sem að finnast þeir ekki tilheyra. Það einmitt eitt af því sem ég hef áhuga á að lagfæra í stjórnarskrá sem við ætlum að reyna að semja, meðal annars með hugmyndum það að alþjóðlegir mannréttindasamningar geti hlotið stöðu stjórnarskrár verði þeir innleiddir af þingi og til þess. Þannig en ég held bara að það sé mjög mikilvægt að með því að segja þjóðfélagshópa að þá erum við búin að dekka þarna í raun og veru alla mögulega minnihluta sem að gætu átt hagsmuni í stjórnarskránni. Þetta ekki bara eins og ákvæði sem í reglunum sjálfum. Þetta ekki eingöngu það að gæta jafnréttis kynja í formennsku og varaformennsku, það í annarri grein. Þetta hins vegar snýst það í mínum huga að við gætum jafnréttis kynja og allra þjóðfélagshópa í þeirri afurð sem við skilum af okkur, ekki eingöngu í okkar innra starfi. Þannig að mér langar að hvetja til þess, ykkur ágætu kollegar, að þið samþykkið þessa tillögu sem að tilgreinir bæði kyn og þjóðfélagshópa. Takk fyrir.